Já, komið þess að eftir. Ég heiti Mari Lilja og hér tekin við stjórn. Hjá mér eru góði gestir, Halla Gunnarsdóttir, Þórir Sundal, Nick Hólmósti og Sigtryggur Jóhansson. Við erum þið velkomin. Takk fyrir. Við höfum ansi margt að fara yfir. Það sko, sem blaðmaður þá þekki ég vel fyrir bara gúrka. Alltaf verið að tala að sé svo mikið gúrka og sumri nú sérstaklega í júlí. Sumum fannst það algjört brjálæði fyrir okkur hérna á samstöðuna að vera að fara út í að ætla að segja fréttir í júlí. Svona í fyrsta sinn, en hér erum við og það nóg að frétta, það verið, það bæði úr heimsmálunum og svo þetta hérna heima líka. Svona, já, það þetta bara miðvikudagur, eins og eitthvað mím. Ég hafi ekki séð mýmið, það sem að einhver svona að kvarta yfir þetta hafi verið erfið vika, en einhver annar segir við hann svona, hei, en það bara miðvikudagur. En það allavega nóg að frétta. Kannski byrja bara á málana í dag. Það það voru mótmæli fyrir fólkið á Gaza í gær og núna umræðan og við ætlum að halda henni áfram orðin ekki fólkið á Gaza heldur, hún komin svona svolítið annað. Hafið þið eitthvað fylgst með því sem ég að tala um? Já. Hver ætlar að byrja? Ekki lefið sér Þetta ótrúlega Þetta ótrúlega leiðinlegt mál. Það ótrúlega leiðilegt þetta skuli hafa gerst og þetta skuli hafa þurft að fara svona og þróunin á umræðinu núna í kjölfarið líka bara mjög dapurleg, verið að segja. Ég vil bara taka það fram áður en að ég byrja að ausa hérna úr skálu mínum að hann Eyþór ljósmyndari á Morgunblaðinu kollegi minn, vinur og samstarfsmaður til margra ára og mér þykir bara leitt að hann skulle fengið alla þessa málingu yfir sig og ég hjálpaði honum að þvo fram á nú sér og eitthvað svona eftir þetta, svona eins og maður myndi gera fyrir vinni sína. Já, auðvitað. Og en sko viðbrögðum við þessu, þau eru alveg stórkostlega galin sko og ég verð að segja það sem ég má ekki segja sko með mína fyrrum kollega fjölmiðlafólk sem virðist vera, og ég veit alveg, ég vann í þessu í 20 ár, ég bara einhver alhörundsárasta og dramatískasta stétt sem ég veit og það má aldrei eiginlega minnast á þau. Guð forða okkur frá því eitthvað slettist á þau, á þess að það sé komið í fyrirsagnir. Og þetta ekki nógu gaman, og ég ekki að segja þetta til þess að gagnrýna einhverja einstakar manneskjur í stéttinni. Þetta menning í stéttinni. Hún óþarfi. Þetta bara vitleysa. Og það að sko nú skuli stoknur upp á kassa bara annað hver fjölmiðlamaður í landinu að það talandi þetta nánast eins og hér hafi verið fram en einhver stríðsklæpur. Við átt hann ekkert að skvetta málingunni. En að þetta eins og þetta sé einhver árás á tjáningafrelsi. Við sitjum bara upp með þennan ofur einfalda veruleika að þegar að hvítumaður gerir eitthvað svona, þá hann traumatiserður á að geðrann vanda að stríða og þegar brúnmaður gerir svona, þá hann terroristi. Og það bara rasismi. Þetta bara vitleysa og kollega mínu gömlega bara hafa vit á því að hafa lámar samkennd með fólki og skilja úr hvað aðstæðum það kemur. Það átti ekki að skvetta á Eyþór og ég veit að sko að bræður hans Nazi og systur eru með þungar áhyggjur að þeir núna. Hvernig umræðan mun þróast? Þau óttast að öll sem eitt að þau verið send úr landi. Eins og búið að hóta núna. Það þetta verið að hóta því. Alþingismaður Vilhjálmur Árnason, hann gerir sér nú bara lítið fyrir örfáum klukkustundum og fór hreinlega fram á þetta. Akkurat. Að Nazi fundin sekur eitthvað ofbeldisglæp og hreinlega sendur í henni burtu. Akkurat. Þetta mál, þetta einhvern veginn kemur svona í kjölfarið að þessum öfgahópi, hægri öfgahópi Skjöldur Íslands. Við erum að sjá svolítið svona hraða þróun á svona ákveðnu útlendingahatri. Ákveðin útlendingahatri. Þetta bara beint. Já. Við þurfum að ræða þetta fyrir það sem það er bara, maður gerir eitthvað að sér og auðvitað maður gerir eitthvað að það afleiðingur. En
á afleiðingur fyrir þennan mann verið verri en fyrir mann sem situr við hliðina á mér. Hefur hann skvetti á fjölmiðlamann, myndum við vera að tala að setja honum einu sinni bak við lás og slá. Hann verið sektur eða eitthvað svoleiðis. Og við skulum muna það og við búum í réttaröryggi. Og í réttaröryggi það eru réttindi og skyldur. Og þegar því brotið, það eru ákveðin viðmið hvað er gert. En það sem að gerist, að við erum að leyfa það sem að gerast í Bandaríkjunum og Bretlandi og annar staðar, við erum að leyfa hluturum fara úr böndum og við erum að gleyma því að réttindi og skyldur, það varður okkur allir. Það ekkert sérstaka skyldur og þú veist, ég var svo tilfinningu mikið yfir þessu. Þetta svo, við þurfum að láta fólk sem hér, sem við viljum segja þeim vera gestir við innflytjendur, við þurfum að haga okkur betur en Íslendingur og ef við brotum á það, þá fáum við verri refsing. Og ég skal bara láta þessi orðleikja á borðu fyrir næst að taka við, en þetta staðin sem við erum komin á og það ekkert að koma upp. Það búin að vera í umræður og þingmenn, margir þeirra úr þessi sama flokk og önnur hefur verið að tala þessi upp, hefur talað og etja undir og það mun ekki skána nema fólk sitta á sig rétta andlit. Þetta mannréttindi paradís og jafnrétti paradís og horfa á hluti fyrir það sem það Eru þið sammála þessu? Ég myndi segja það. Það var annað mál fyrir ekki svo lengur síðan það sem ég finnst kristallega sama hlut eða svipaðan hlut bara aðeins annan hátt þegar tveir ungir hvítir íslenskir karlmenn voru kærðir fyrir skipulagningu og hryðjuverkabrotum og öll umræða og orðræða lögfræðingarna og þetta var að þá leiða þetta var bara einhver svona strákapöru og eitthvað svona sko. Akkurat. Og ég var allan tíma þá að ímynda mér hvernig væri umræðan og hvernig hefði dómurinn fallið ef þetta hefði verið tveir ungir múslimar. Þannig að þetta bara, þau eru auðvitað engin hvorki lagalegni siðferðisleg stoð fyrir þessari misrétti og þessari misjöfnu meðferð á borgurum. Það var ekki nokkur stoð. Já, ég náttúrulega ekki tekið undir það auðvitað ekki að sletta máling á net sko og alls ekki fólk sem að vinna vinnunni sína og ekki á launa fólk að störfum sko. En aðalatrið náttúrulega sem gerast á Gaza og aðalatrið hlýtur að vera það sem gerast í Palestínu og veist, það sem að sko börn að deyja úr vannaringu inni á spítala. Spítalar geta ekki bjarga börnum frá vannaringu. Og verið skotin þegar þeir reyna að sækja sér mat. Akkurat. Og þetta finnst mér vera aðalatriðið og á að vera aðalatriðið í umræðinni. Það hefur verið mikil umræða erlendis svona þátt vestrænna fjölmiðla í þessu sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa kallað líklegt þjóðamorð. Og það mjög mikil umræða það til dæmis núna í Bretlandi og og við getum alveg rifjað það upp sko þegar þetta hófst og svona mennskunar ferlið fyrir alltaf stað þegar voru birtar fréttir sem voru beint upp úr bara falsfréttum Ísraelshers einhver börn sem var verið að brenna inn í ofnum og einhverju ofbúslegt krúulitet Hamas liða og þetta, ég man ekki til þess að við höfum verið beðin afsökunar á þessum fréttaflutningi og ég skil alveg að fólk sem kemur úr þessum aðstæðum að reiði þeirra að koma út einhvers staðar auðvitað hann ekki að koma út á Eyþóri sem líka gamall skólabróði minn og tók ungbarnasundsmyndirnar af börnunum mínum að auðvitað hann ekki að koma út á honum en hún kom hann út og ég held að við þurfum aðalega að horfa á það sem að gerast í Palestínu á þá staðreynd að allt sem að gerast þar við erum samsakið í því. Við getum farið bara aftur til ásögnangi gyðingum á 19. öld og Vesturlönd eru beinir þáttakandur í þessu. Þetta að þýletunum til öðruvísi en önnur svona þjóðarmorð eða stríð sem við höfum hort upp á okkar ævi. Vopnin koma frá Vesturlöndum, þögnin kemur frá Vesturlöndum. Og ég held að mér finnst þetta eigi að vera viðfangsefnið og Ísland bara þar á meðal. Við erum ekki að gera það sem okkur ber að gera samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum
sem að voru samþyktar í lok síðari heimsstyrjaldar þegar við sögðum aldrei aftur, heimsbyggðin sagði aldrei aftur, aldrei láta gerast aftur og þá skuldbundu þjóðis heims til þess að gera allt sem í þeirra valdi stæði til þess að koma í veg fyrir viðlíka hrylling og við erum ekki að gera það og ég held að þetta kjarnin í þessar umræðu. Síðan náttúrulega alltaf spurningu hvernig má mótmæla og ég har rifjast náttúrulega fyrir mér ég veit ekki hvort þið muni eftir stóra skýrslettarmálinu í tengslu við mótmælin gegn Kárahnjúkum og þar að vísu var skýrslett á þá sem valdið höfðu og forsvarsmenn álfyrirtækina í jakkafötunum og ráðstefnu og svona Bjarni Ben og Glimmeri þetta var rosalegt drama í kringum skýrsletturnar og græna skýrið og eyðilögst einhver jakkafötu ekki hægt, og það var voða mikið það var bara verið að ræða hægt að fara í hreinsun með jakkafötun á skýr úr eða ekki það náði úr það var alveg rosalegt, þetta líkamsárás eða þetta ekki líkamsárás en á meðan var verið að sökkva stærsta ósnortna víðerni í Evrópu og en það breyti því ekki samt að skýrsletturnar á þessum tíma, og ég var örugglega með þeim sem sagði að það ætti ekki slett að skýra fólk mér finnst alveg ekki að slett að skýra fólk en að það vakti samt athygli á því sem var að gerast og það hafði áhrifin í framtíðina á virkjunarumræðu á Íslandi þannig að ég held að og mér finnst það enginn að segja að það má sletta málingu á fólk þannig umræðan ekki þar. Nei, en þá hljótu við að halda umræðan þar sem hún á að vera og mér finnst hún heim á Gaza. Já. Og líka með innflytjendur. Ég held að við þurfum að viðurkenna það og við erum komin á það stað sem við erum komin á þar sem umræður og þessi hóp sem hefur tekið á sér að vera verndara, sjálfskipið verndara og sérfræðingur ofbeldi og málefni innflytjendu að mestu leyti vegna þess að við höfum ekkert staðið nægilega vel af inngildingu. Að við erum með fjölda fólk sem búa sem hafa ekki fengið nægilega mikið stuðning við að aðlaga og inngilda sig inn í samfélag og samfélag hefur ekki tekið nægilega vel utanum okkur og það er bara versna. Ég upplifði það 2016 ég steig úr starfi sem leikskólastjóri og var að reka leikskóla sem átti hæstu hlutfall fjölskylda af erlendum uppruna og stígu nú eftir í þessu starfið og enn og eftir komin með stór hlutfall fólk af erlendum uppruna og ég finn rosalega munur á væntingar til mín sem þjónusta veitendur hvað börnum á þeim og það að mér finnst fólk hefur svolítið bara gefist upp þeir komast áfram þeir ekki að leita eftir mikið aðstóð varðandi tungumálakennslu og upplýsingur hitt og þetta sem veitir þeim aðstóð með að koma börnin þeirra í skóla og annað og marg þeir eru búin að finna sér krókaleið áfram innan sína eigin samfélag innan samfélagsins. Það er sem sagt það sem ég að segja fyrir 9 árum þegar ég steig úr starfið þá var rosalega mikið púður lagt í því að gera okkar heilt samfélag og taka fólk inn í þetta skólakerfi og okkur hverfi og annað. Núna það sem ég finna þetta pínu svona finn bara þín leið. Já. Og fólk segja bara, ég finn svar hjá þessum sem þekki mig hér og þar. Tók á móti mann sem búin að búa í 7 ár. Talar ekki stykk orð íslensku nei ensku. Ja, þetta einmitt eitthvað svona sem að vinnumarkaðurinn mætti vel taka til sín. Verður að taka til sín. Að fólk hafi tækifæri til þess að sækja íslensku nám á vinnutíma og fái niðurgreitt, jafnvel. Þetta er bara saman vandamáli í fólk færi niðurgreitt. Það færi niðurgreitt, já, námskeið, já. Já, nú fjölgar fólk. Frábæri módel í Skandinavíu, þetta kannski Svíþjóð, Noregi og þarna, það sem ákveðin fjöldi tím, veit ekki hvað 1200 tímar eða eitthvað svona sem bara algjör lágmark skammtur. Þetta er bara í mýflugu mynd. Já, og OECD-skýrslan sem kom út í fyrra, það var eitthvað sem, það var alls konar umræður sem fór á stað, en eitt sem glöggti bara mér hart við augun á mér, var það hversu, illa, statt börn sem fæðist hér, eru settar, að þau, í öðrum löndum, og það var miklu verið en öðrum OECD-löndum, að þau koma, mun verið út
að jafnvel að sumum sem flytti til landsins koma betur út, sem segja það að foreldrar þeirra hefur ekki aðlagast nægilega vel, að þetta er ekkert að fasta og það ekki nóg gott. Það alls ekki nóg gott. Það var önnur mótmæli. Mér langar svolítið að spyrja þig út í þau, Þórir. Það eru hérna drúsar sem að mótmæla hérna við bandaríska sendiráðið voru í gær og svo fyrir nokkrum dögum síðan. Það svona ákveðin ruglingur hérna svona upplýsingaóreiða þennan hóp fólks. Hvað að gerast í Sýrlandi? Hvað að gerast? Er þetta eitthvað sem þú getur kannski útskýrt fyrir okkur? Drúsar eru bara hópur fólks, fleiri 100.000, ég man ekki hvað margir miljónir eða eitthvað svoleiðis sem að dreifast yfir nokkur lönd. Þeir eru í Líbanon, Sýrlandi, einhverjir eru í Jordani og svo alveg nyrst í Ísrael. Þannig að þeir dreifast á þetta svæði þarna með nálægt Gólanhæðunum eða þar og eru ekki múslimar, þetta eru arabar aðalega og sem að tala hebresku líka, þeir sem eru inn í Ísrael, en þetta ekki, skilgreinir sig ekki sem múslima. Þeir eru eiginlega bara svona sér trúabröð, sér hópur sem hefur verið þarna svæðinni bara mörg 100 ár, sko. Þannig að, þetta mjög svona sterkt svona þjóðernisbrots einkenni hjá þessum hóp, þannig að þau skilgreina sig alveg sér. Það sem að gerast núna ekki alveg ljóst. Það þetta vitum við að þetta hóst fyrir einum viku síðan, eitthvað svoleiðis, rúmlega og það hófust upp miklar óerðir milli bedúína sem eru annar flokkur araba sem við þekkjum oft sem svona eyðimerkur araba og svo þessar drúsa og við sáum að farandfólk. Já, og þá skarst sýrlenski herinn inn í, eins og við veitum þá var þetta skipt stjórn í Sýrlandi fyrir þó nokkru síðan og þeir skárust í leikinn og hófust mjög miklar óerðir hérna milli drúsa og bedúína og Ísraelar koma eða einhvern veginn höfðu þátt í þessu líka, eru náttúrulega búin að vera, Ísrael búið að vera að breiða sig út þarna alveg syðst í Sýrlandi, þannig að og þá koma Ísraelar drúsum til aðstoðar og segja það vera einhvers svona markmið hjá þeim að vernda drúsana út af þessu og hinu sem hins vegar ekki alveg augljóst hvað það er einhvers svona tilfinningalegar ástæður kannski, það einhverjum drúsar inn í Ísrael og það getur verið að gera í þeirra nafni en þetta virðist vera bara allt í einhver svona geopolítískt bara svona í rauninni bara eins og þeir ætla að ná tryggja náttúrulega Gólanhæðarnar alveg fyrir sig og svo ná helst einhverju svona buffersvæði inn í Sýrlandi virðist manni. Það er svona það sem virðist vera að gerast. Ég var að hlusta á sérfræðingur frá Bandaríkjum að tala þetta einmitt með þessum hætti í dag. Já, ég held að þetta sé svona líklega sko. Það og þetta sé, ég hef séð á samskiptamilum þá hefur einmitt verið svolítið reiði í garð þessa hóps drúsana sem eru að mótmæla út af þessari Ísraelstengingu og það hefur verið svolítið svona það hefur verið svolítið svona rafmagnað andrúmsloft í hérna mörgum hópum sem að svona ég bæði koma að mótmælum fyrir innflytjendur og svona jaðarsetta hópa en hérna einmitt út af þessu en þetta svona skýrir þetta nokkuð vel. Já, við sjáum sko, við horfum kort á hvernig staðan er núna akkurat í syðst í Sýrlandi þá Gólanhæðarnar hérna kannski vestanmegin og svo nær sjálfstöðnarsvæði Sýrlendinga alveg niður að landamænu við Jórdaníu og svo hægra megin eru drúsarnir þannig að Ísraelin og drúsarnir eru svona við það nánast að loka eða ná saman einhver svona þarna alveg syðst sko. Þannig að þetta og svo eru þetta Sýrland út af fyrir sig annar kapítuli sem að sér ekki fyrir endan á heldur hefur þetta verið alls konar forsaga að þessum atburðum í rauninni í Sýrlandi undanfarin misseri, við munum eftir þegar að Sharaa tóku við og allt þetta ofbeldi gegn alavítum sem að voru stuðningsmenn Assads og þeirra stjórnvalda voru myrtir í hrönnum þarna uppi norðvesturströndina að þá fóru drúsar að hugsa sinn gang að þeir væri ekki óhultir sem minni hlutahópur þannig að þeir hafa verið að gera sér tilbúnir þeir eru með talsvert mikinn herstyrk drúsar sko
og þannig að þetta, já, það er ýmislegt sem komið saman til þess að búa til þessar eldfimmu aðstæður núna. Já, þetta lagar ekki spennuna Nei, en spilar mögulega upp í hendunar á Ísrael aftur. Já, það er Evrópusambandið svona yfir í næsta Ursula von der Leyen alltaf kemur hér í heimsókn það var kallandi neyðafundar og fólk hefur farið mjög stórum orðum ýmist fundargestin eða tilgang hennar hér eða meintan tilgang eða hvernig leggst þetta í ykkur þetta samtal? Mér finnst samtal bara frábært. Já. Bara, hún er hartanlega velkomin. En viðbrögð, það má alveg, ég menna maður búist við því að það væri svona að stjórnarandstæður á Alþingi í dag og þeim sem hefur sér hagsmuna að gæta hvað það varðar myndi reisa alls konar mótmæli við því. Það er eitt sem vakti athygli mín og það er verið að tala varnarsamstarf Evrópusambandsins og Íslands og nú er Evrópusambandið ekki beint varnarbandalag þannig að þetta einhvern veginn svona situr svolítið eftir, ég hef ekki fengið neinum spurningu svarað nákvæmlega hvað þetta þýðir en áttar þú á því kannski Halla eða? Það er náttúrulega bara almennt rosalega mikil vígvæðing á bara allstaðar og hún á sér stað innan Evrópusambandsins eins og annar staðar og já, ég veit ekki mér fannst þessi rosalega læti verið heimsókn alveg svona áhugaverð en að samanskapi þá finnst mér líka áhugavert að ætla einhvern veginn að setja aðelda Evrópusambandinu á dagskrá núna, mér finnst það sérstakt og án þess að ég vilji vera eitthvað típan sem er alltaf að segja að ekki að tala um þetta og tala um eitthvað annað, ekki tala um málingu, tala um gasa á fæstum samskili í sömu viku kom þessi skýrsla fram að 80% einstaklinga á Íslandi standist ekki greiðslumat fyrir lítill íbúð. 80% sem að í mínum bókum væri kallað akkurat bara algjört skipbrot þeirra stefnu sem verið rekin á Íslandi og ef haft að kalla saman neyðafundi út á einhverju þá hefði ég gert að vilja fá hann út af þessu sem að tala við fasteignasali í gær sem að komi mjög forunlega bendi mér á mjög forunlega vingil á þessu sem þú ert að tala sem er kannski algjörlega til hliðar við það sem ættum að tala hér en þetta með greiðslumatið eru þetta út af sérstökum reglum Seðlabankans sem voru settar fyrir 2 árum eða eitthvað út af, guð veit hverju, ég er múin að gleyma því. Já, þessi 35%. Já, það skiptir ekki öllu máli, en að því að hér er alltaf bara svona eitthvað í ökleiðir, að það er alltaf allir að kaupa eða enginn að kaupa og eitthvað, alltaf sama rugli hér, og lagast örugglega þegar við göngum í Evrópusambandið, eða ekki, ég veit ekki. En, málið er það að það þarf einhvern tímann að afnema þessi reglur Seðlabankans. Og þeir eru eitthvað, en ef við gerum það, þá fer eftirspurnin alveg botn og verður ríkur upp úr öllu valdi. Og þá erum við í sömu stöðu, Það geta allir fengið lán, en það er engin efna á að kaupa þessar dýru eignir sem eru, Og og þetta er eitthvað svona, við býðum aðeins. Já. En þetta gerir samt, Það er alltaf að vonast til að þetta breytist, Það bara gerist ekki það sjálfur sér. Það þarf einhverstaður brota þessi veitirhring sem við erum í og húsnæðismarkaði, hún er það. Það er bara veitirhring. En sorry, haldið áfram að tala með SB. Ég var svo nextlega, ég bara skil ekki, ég má bara tala um allt. Hvað stjórnmálin er í þessu landi, ég bara skil það ekki. Ég skil ekki, þú veist, og bara þessi veiðigjöld sem tók allt yfir. Eitt er að stjórnarandstaðan hefði sér svona allt það, en þú veist, þetta eru 10 milljarðar. Ég veit. Þetta er bara þetta er algjört djók þetta er smáur þetta er ekki snúast unni það heldur bara snýst einhvers konar mann alltaf þegar leið á að þetta væri bara einhvers konar leikrit þessi þingmenn væri raunin að sína tryggð við fjölskyldur ákveðra einstaklinga og þetta til að geta sagt á næstu árshátíð ég myndi segja gagnvart stjórnarandstöðinni þú veist okkur þeir með þetta drafendur 10 milljarðar en líka gagnvart stjórnvöldin sem er keyrið í gegn bara 10 milljarðar og Alþingi setti allt annað í samfélaginu á hún þar á meðal þessi 80% Íslendinga sem að geta ekki staðist greiðslumat til þess að kaupa sér litla íbúð og svo margt annað sem gjaldið fyrir þetta leikrit og þetta vegna þetta var leikrit svolítið á báum tóm maður verður bara að segja þetta bara, ég hefði viljað sjá þessu 71. grein kom fyrr fram og önnur hlutunum ég vil sjá hann koma
setna fram. Ég ætla að segja eitt. Ef þetta var eina leið sem það ákveði að fara, er það sem við meina. Meirihluta og minnihluta dæmi, sko, þú veist, málþóf hafa verið háð á Íslandi af ýmsum ástæðum og oft bara mjög góðum ástæðum. Já. Og að því að ég nú tilheyri þeim litla hópi sem að virðist en þá hafa áhuga náttúruvernd að þá erum við að hún er alltaf ekki pólitískt inn í dag, hún er bara átt sko og loftslagsbreytingar átt þó að Sameinuðu þjóðirnar hafa verið að segja í dag og erum öll samsveika og svona en þú veist þau tæki sem að lítill minnihluti hefur stundum til þess að stoppa mál og knýja breytingar og láta semja við sig, þau geta bara verið rosalega mikilvæg líka sko. Já. Og ef að stjórnarandstaðan taldi ástæðu til þess að tala sig áfram í kaf yfir þessum 10 milljörðum og stjórnvöld töldu áfram ástæðu til þess að keyra það mál það hart að þau átt að tala sig í kaf yfir þessum 10 milljörðum, þá finnst mér að þau bara átt að sitja, bara halda áfram og svo bara þegar komið að því að setja næsta þinga þá bara, jæja, nú verðum við að slíta. Hún Oddný Harðardóttir setti þetta inn á Facebook og mér finnst það bara frekar skynsamleg nálgun sko. Því að nú er búið að setja fordæmi. Þú veist, nú er búið að setja fordæmi og mál sem að þessari grein megi beita og það sé réttlætanlegt og það verður alltaf vísað í þetta. Það verður alltaf vísað í þetta þegar minnihluti með kannski það sem að, þú veist, ég meina, ég taldi ekki þetta vera rétt með sjónarmið sem þessi minnihluti hafði fram að fara þarna, en það aðrir sem töldu svo vera og ég vil ekkert tíma geta, þú veist. En það við fylgdust nú með tímafjöldanum, þetta voru konur 160 klukkutíma, þetta er ekki eins og þetta gerist bara á núleitni, þetta eru 160 klukkutíma. Já, bara, þú veist, keep talking. Já, en það hlýtur það að það setja það fordæmi að það þurfi helst að komast í 170 klukkutíma til þess að beita sér næst, sko. En allt hitt situr samt 230 og þá bara ekkert annað gert. Það líka hlutverk meirihluta í stjórnmálum að semja við minnihluta. Þú veist, það líka hlutverk þeirra. Og mér fannst þessi aðdragandi þessa ekki vera löðrandi í einhverju svona reynslu og svona næmni gagnvart aðstæðum, heldur bara Facebooki mitt og fullt af stjórnmálamönnum að röfla hver yfir öðrum sem að setur þá alla niður. Mér finnst ekki koma frá þessu minnihluta sem gæti kynna að það væri hægt að semja við hann, sko. Nei, en þá þarf það að presentera það fyrir þjóðinni. Þá þarf það að segja, þetta fóru við með inn, svona var þetta, þú veist, allavega, ég meina, þetta var allavega mín upplifun þess, þú veist, og ég, og aftur bara 10 milljarðar, 80%. Ég hugsa að ég hefði haft áhuga á þessu málþófi ef þetta hefði snúist að koma í veg fyrir óréttlátt útlendingalög eða eitthvað sem brýtur gegn einhverjum megin mannréttindum með einhverju slíku. En þetta var í þágu mjög afmarkas hóps stórfyrirtækja, sérhagsmuni einhverja fjármagnseigenda og ég misti bara áhugaðan á þessu, sko. Já, eðlilega. Bara takk fyrir mig, sko. Já, það er ekkert merking á að við munum fá slíku málþóf á þessi kjörtímabil. Það er mjög lítið sem lagt fram hvað varðar stefnu innflytjendur og mannréttindamál, bara hafa það á hreinu. Það er bara því miður. En það sem konstant í ljós, sko, málþóf, þau virka oft til þess að svo nærðu stuðningi utan þings. Jú. Sem að þetta málþóf gerði ekki. Nei. Þannig að þetta málþóf var að klára sér sjálft, skilji. Það er að koma skoðanakönnun núna sem ég lendi að taka þátt í, sko. Mjög forræmdur, Gallup eða eitthvað. Ég svaraði bara mjög ítalum spurningalista hvað hug ég bæri til þessi málþófs og hvaða skoðun. Maður heyrði það á Vox Populi svona út af götu, sko. Þetta var, það voru allir svona þarna. Já, ég meina það var ekki að safna saman hópur og Austurvelli til að stiða minnihlutann í þessu máli, skilji. Það var ekki. En þið munið síðast þegar útgerðin sendi að flotan í land og sendi sjómenn að raka þá allan á Austurvöll að mótmæla. Já, það gerist ekki núna. Það gerði ekki núna. Þau sendi bara sína bestu menn á þingi í málið. Já, ég gleymist að það var ekki sjómenn sem hefði hagagætt að þar. Það var önnur hlið. En þú nefndir náttúruverndina og þá við sögðum frá áðan í fréttunum og þetta var RÚV í kvöld að það alþjóðadómstóllinn hann ákveður að ríkjum beri núna lagaleg skylda til þess að gagnvart heiminum að gæta náttúruvernd og núna geti þau lönd í heiminum sem að verða fyrir afleiðingum okkar hinna, ég segi okkar hinna því að það eru vesturlönd sem að menga mest, þau geta kært. Hvað þýðingum er þetta að hafa? Verður við kærð hérna fyrir bara eitthvað svona sóðaskap bráðum?
Sóðaskapur. Já, svona Já, lofslagssóðaskapur. Já, neyslu og Ég veit það ekki, því að sko nú eru náttúrulega allar stofnanir Sameinuðu þjóðanna líka bara berast fyrir lífi sínu. Já. Þú veist, og það ríki sem að einhvern veginn þjóður heims hafa treyst til þess að vera einhvers konar heimslögregla sem líta sjálfa sig sem eitthvað leiðtoga hins frjálsa heims. Þú veist, er bara að spila út, stendur ekki með neinum á þessum stofnunum. Og smám saman hefur, lokaðum, set ekki fjármanni. Ég meina Ísland tók þátt í að frista framlög til flóttamanna hjálpa Sameinuðu þjóðanna í Palestínu. Þannig að maður svona, þú veist, ákvörðun svo að síðar undu ofan á allt það, en pólitíska ákvörðunin að gera það, þú veist, það er að molna rosalega undan þessu alþjóðalagakerfi sem að við eigum mjög mikið undir, þú veist, og smáríki eiga mjög mikið undir. Og þannig ég veit ekkert hvort að þetta mun hafa einhver rosalega áhrif, sko, eða hvort að, en auðvitað, þú veist, eru þessu stofnar sem þar gera þess að þar eiga allavega að reyna að gera, sem verður að segja heiminum að passa sig, sko. Já, Trump, hann náttúrulega, það líður ekki sá dagur, það kom ekki einhver svona Trump-frétt, við getum hreinlega verið bara með sérstakann þátt undir Trump-fréttir og þetta er auðvitað taktískt að mörguleiti hjá hann að henda svona nógu mörgu út einhvern veginn, en sko, núna ætlar hann að fara hann ætlar að breyta hann einhverju óperuhúsi í Melaniu höllina og hann ætlar að fara að breyta aftur úr einhverju sko fótboltaliði og yfir í Redskins, annars ætlar hann að svifta þau einhverjum leikvangi og svona. Það er ansi margt sem bendir til þess að Bandaríkin séu komin bara ansi langt út djúpt inn í bara fasisma og það sé bara það sé ákveðin öfl sem að stýri Bandaríkjunum og og maður velti fyrir sér sko hvað íslensk stjórnvöld, ég meina hér er talað að Bandaríkin séu okkar helstu bandamenn og annað slíkt, þurfum við ekki að fara að taka eitthvað svona skýra afstöðu gegn stjórnvöldum Trump eða hvað finnst ykkur? Þú tala tvennt. Þú tala náttúrulega það sem að gerast inn á við og inn á við er eitthvað sem því miður er komin í eitthvað kritísk vítahring þar sem menn voru sjokkara bara fyrst og fremst og núna að reyna í gegnum dómskerfum og annað að reyna koma tilbaka og reyna stofna undir að einhvern veginn að ná stjórn eftir í næsta kostningur inn í þingum að það er einn og mjög mikið sem hann er að gerast þar, það er að snúa allt á hvolfið þar. Hvað varður... Kæra Obama, ég glemdi því það. Hvað það er að gerast erlendis, Kæra Obama, það er líka földið þetta, er bara tóm þvæl. Og það ég var að hlusta á podcast í dag með tveimur mönnum, þetta heitir Pod Save America, ég hlusta á þetta sem lífslínu, þau voru í Obama stjórn. Og vann mjög mikið með allt þessi hlutunum sem er að gerast og það alls konar hlut eins og þetta að fara fram með eitthvað fárunleg ásakarnir á Obama sem var allt opinbert á sínum tíma. Þetta eitthvað fund sem var desember eftir kosningu 2016 sem allir vitum, allir voru meðvitað niðurstöðu var það sem voru að segja. Það tóm rugl og fólk veit ekki hvernig þau eru bregðast við það. Hvað varðar útlanda. Við þurfum að gera eins og Lula að gera í Brasilia. Hann sagði nei. Hann setti stopp. Hann fór. Hann sótti Bolsonaro. Trump kemur með, ég veit ekki, þið fylgist með þessu? Já. Það sonur hans Bolsonaro í Bandaríkjunum og hann að þrýsta á Trump. Og þá kemur þessi 50% tollagning og Rubio, hvað var það næsta? Já, það voru setta bann og drega frá landvísleyfi og svoleiðis fyrir dómsmálamenn svo þau reyna bara að stoppa hlutunum af Já, hann í rauninni svona beita alls konar bröðum og kúunum til þess að svona fá sínu fram Lúli segja nei og það það sem heimurinn þarf að gera það þarf að segja nei að og við tengjum við það sem við vorum að ræða heimsók sem var á undan og þú varst að velta fyrir þessi varnarsamning og varna hugmynd með Evrópa, við verðum að horfa þar og það nákvæmlega það sem Lúli að gera, hann að finna leið, ég meina kannski þarf hann að stíga í sambandi með Kínu
eða Heldur Indlandi. að þetta sé þá leið að heimsókn Ursulu von der Leyen, hún hafi verið til þess að svona íslensk stjórnvöld gæti svona hægt og rólega kannski komið sér út úr varnarsamstarfinu, NATO-samstarfinu. Ég er ekki að fara svona langt, ég var ekki að þessu fundum. En ég held að menn þarf að huga að þessu og það er það sem sérfræðingur sem hafi eitthvað vit af hlutunum í Ameríku að segja. Að með þessi tollstríð og með þessi valdnýslu og valdbeiting gagvart þeim sem voru helstu bandamenn Bandaríkjunum. Nú er að fólk að leita skjól annar staður og ég held að Ísland hefur alveg fullt leyfi og fullt rétt og myndi vera mjög skynnsam á okkur að gera það. Já. Og leyfa bara eins mikið að það særir mig og ótti mér að það þarf að leyfa það sem er að gerast innan Bandaríkjunum gerast. Að það er eitthvað sem þegar það er vandamál heima hjá þér og verður bara að sjá það. Nei, það er ekkert að hjálpa þeim með þetta held ég sko. Nei, ég þau held verða að ekki. gera þetta sjálf. Já. Þau segjast vera best í þessu sko. Þau verða að gera þetta. Já. Og þetta er land lýðræðis og frelsis og eitthvað, þau verða bara að redda þessu sko. Það er Við þurfum að taka afstöðu, með þeim sem að minna mega sín sko. Við þurfum að sína fordæmi, við þurfum að sína rétt og fordæmi í mannréttindi og þegar við tölum að við erum með þingmenn sem segja bara vísa þessi úr landinu, við erum að sjá það gerast í Bandaríkjunum. Viljum við appa eftir þessi fordæmi? Viljum við senda fólk sem hafa fullt rétt á leyfi og er samþykkt að vera á landi, bara fá það svift frá? Við erum búið til þessa stemmingu núna. Já, við við sáum það náttúrulega með þessum hópi ungra kallmanna sem fór stjá fyrir helgi með J-krossin og nasista letrið. Hvað finnst ykkur viðbröðu dómsmálaráðherra sem að komu í dag? Klárlega búið til þessa stemmingu. Ég veit ekki það, ég sá það ekki. Ég sá það ekki heldur. Viðbröðu dómsmálaráðherra í dag við komið yfirlýsingu fólk er svona svolítið búið að vera að kalla eftir því að stjórnvöld segi eitthvað eða geri eitthvað í rauninni, kannski frekar heldur en að segja eitthvað því að það er bara ekki nóg og það er kannski svona það sem að ég persónulega og hjó eftir að þetta er svona, þetta er svona ákveð fordæmingja og þetta er áhugjefni en svo er engin lausn sko, það er bara svona þetta er bara eitthvað svona skoðanapistill og svo einhvern veginn ekkert meira þetta er auðvitað manneskjar með valdið og ætti þá þarlegandi að vera með einhvers konar úrræði, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég náttúrulega sá ekki pistil sko, þetta bara virðist vera aðferðin í dag, það er bara að segja eitthvað já, þetta er ekki nógu gott eða eitthvað svona sko. Svona álitskjafi Já, einmitt, sko, eins og við eitthvað Akkurat, sko ekki tala málingu Ég veit ekki hvað stjórnvöld í okkar heimsluta halda að dugi til dæmis gagnvart því sem er í gangi í Palestínu sko. Ég held að flest fólk sem að kíkir örugur á Instagram, það sér það bara að það dugar þetta er gengið það langt á Gaza að það er engin tími eftir þannig að það hér nú dugar ekkert minna heldur en að bregðast við með hernaði sko. Það þarf að opna fyrir alla hjálpin á Gaza sem hægt er og það þarf að gera það með hervaldi af því að Bandaríkin og Ísrael ætla ekki að gera það og það má ekki hleypa Ísraelum með krumlunar í það neinstaðar og þannig er hægt að bjarga einhverjum mannslífum ef að þetta er ekki gert þá er sennilega engum mannslífum bjarga þá sennilega fá Ísraelar óreittir áfram að því að við gerum ekkit annan að hafa skoðun á þessu að moka tæplega 2 milljónum Gazabúa inn í kví og murka þar úr þeim lífið og ef að og svo segir fólk og eitthvað fólk í stjórnmálanum hér að við erum eitthvað lítil hér og svona og það er alltaf afsökunin okkar það er líka afsökun fjölmiðlan okkar fyrir að draga taum Ísraels eitthvað og svo segir maður að þið berð ábyrgð það er nei það er svo lítil og krúktleg þetta skiptir einhver máli þetta er ekki svoleiðis ef við gerum eitthvað þá höfum við frumkvæði sko. Við höfum frumkvæði, Spánn hefur frumkvæði Suður-Afríka hefur frumkvæði Írland hefur eitthvað frumkvæði sko. Er eitthvað sem að mæli gegn því að íslensk stjórnvöld til dæmis bara styðji kæru? Það eru óttinu viðbröð Bandaríkjanna það er bara það Það sem er merkilegt sko, þú veist að tala Nikólið náðan sko,
hvernig þetta bregðast til Trump og komið tíma til að segja nei. En einhvern veginn verðist Evrópa að vera að halla sér að einhverju svona sjálfshjálparbókum með sjálfræðilega ívafi hvernig áttu umgangast narsissista sem að vera bara alltaf á hrósaðum og hvernig áttu, það er til eitthvað svona bækur hvernig áttu að reyna að fá narsissista til að gera það sem þú vilt að hann geri. Þú einhvern veginn áttu að strúkunur rétt og eitthvað. og það sem síkópatarnir gera þeir eru hitta narsissista. Þeir láta gera hvað sem er. Það er eitthvað verið að reyna það en svo náttúrulega, þú veist, svo er þetta samt svo slög tilraun sko, það þorir samt deilingin alveg að fara allar leið í henni sko. En mér finnst og Sigtryggur sagði hérna áðan sko, samkennd, þú veist og við eigum að reyna að gera sem er rétt og við eigum að reyna að sýna samkennd og við eigum að reyna að vera góð þú veist, við eigum bara að reyna að gera bara hvað er rétt að gera, hvað er rétt að segja bara sem afstafa, sko, ekki útavendilega heldur bara sem einhver svona prinsipul móralsk afstafa, sko, við ætlum að vera svona og bara síðan dílum við heimil, sko eigum ekki byrja hérna heima bara, segja bara satt sem er bara eigum ekki sína það samkennd, sína það príði og gera það við þeim sem eru hér nú þegar. Sjálfsögðu. Bara þeim Palestínumenn sem eru hér, eigum ekki hlúa að þeim, eigum ekki bara, við vorum að tala að byggja brí. Það ekki bara rétt á að byrja bara hérna, sinna því vel, vegna þess að við bara, skulum bara segja, hérna, mannen sem skvetti málning í gær, ég skora á að fólk bara taka bara 5 mínútur í hans skó upplifa hvernig honum líður og horfa upp á það sem er að gerast á hans heimaland og sitja hér á land þar sem það eru menn sem er að ganga eins og Ku Klux Klan og ég ætla bara að nota það orð vegna þess að þeir eru merktur hryðjuverkamenn sem ætla að fara og stjórna þessa land með ótti en ætla bara að stjórna þeim sem þeir vilja ekki hafa hérna sem þessi Palestínumann sem var að skvetta í gær og fjölskyldur sem ég ber skyldur að þjóna og þeirra börn. Ef ekki bara byrja þar, sýna þeim samkennd, sýna þeim góð, hlúa að þeim, byggja brí gegnum þeim og svo horfa út. Þetta finnst mér bara hárrétt og þetta er líka bara sko, svarið við afmennskuninni er alltaf samkenndin og það er ekki hægt að þjóðarmerða nema með fullkomin afmennskun og það er náttúrulega hún og þú veist og það er búin að vera mjög virk aðmennskun í gangi og það er fullt af öflum í Íslandi sem vilja hamra á henni. Mér fannst vera vendipunktur að því að hinga til það hafa stjórnmálaflokkar svona daðra við útlendingahattur svona reynt að setja á dagskrá svona miðflokkurinn og svo draga þetta baka. Já, síðan svona hefur það ekki virkað. Einhverjum borgarfulltrúar og svona, svo hefur það ekki alveg virkað. En í hvort það verið fyrra eða hitti fyrra þegar mainstream stjórnmálin stíga inn sem er náttúrulega gerst allstaðar í kringum okkur. Að þau verða hrædd við flokkana sem eru að spila inn á þetta og halda með því að taka svona hlut af því að þá muni þau ná til fjöldans. En það sem gerist er að fólk hugsa bara já, hafa þau rétt fyrir sér. Þú veist, best að styðja þetta. Og það gerist bæði þegar Sjálfstæðisflokkur Bjarna Ben ákvað að taka þessi mál og þessi færslur hans á Facebook og eitthvað svona. Og þegar Kristrún Frostadóttir fór í hlaðvarpstátt svona, sem hefur verið kendur við svona aukahægri. Það var alveg ákveðin vendipunktur. Og það var mjög mikil vendipunktur. Og fór að tala það, þetta væri nú flókin umræða og það þyrfti nú hins veginn og þannig og þetta nú snúið og auðvitað og lög og réttur og regla eitthvað svona og maður bara fann hvernig bara það byrjaði alltaf kraumundin niðri og þetta finnst mér vera ofboðslegur ábyrgðarhluti meginstjórn stjórnmálanna að gera þetta ekki þú veist og þeir sem eru stjórnmálum bera ábyrgð ég veit að þeir finnst það þeir finnst það alveg skjár daginn þarna með Ísland þvert að flokka sko það var líka kom einhverju stjórnmálamenn komið fram og segja já ef þið sýndu þessu ákveðin skilning og vildu heyra þessar raddir og svoleiðis og mér varst það alltaf langt og hvað svo? Það byrjar þar það byrjar þar að þetta þú veist ætlar að leggja jöfnu þessar raddir við raddir sem eru að búa einhvers konar boðskap eins og Halla eða þú veist að leggja það í jöfnu og segja já ég vil hlusta á þig og ég vil líka hlusta á þig þetta er raddir sem þau eru búin að búa til sem vilt beita þér fyrir útilokun og hatri og ofbeldi helst á þess að hópa að hlusta jafnt á þá rödd það er óskiljanleg framkoma. Ég er að stúdera og lesa bara hverjum degi inngildingu. Ég er að stúdera doktorsnám og þessi stjórntæki og þessi aðgerðuleysi hvað varður inngildingu. Ég ætla bara alltaf að hamast inn á þetta vegna þess að þetta inngildinga er ekki bara við aðlagum Nicole af Íslandi að Ísland aðlagar sig bara líka aðeins að því að Nicole er hér og hún er partur af samfélag og tekur eitthvað frá henni.
og þetta erum við ekkert að gera nægilega vel og við megum alveg viðurkenna það. En það sem við sjáum gerast og að koma fram í fleiri og fleiri rannsóknum á þeim löndum þá sem þau herða að löggjöf hvað varður útlendingur og draga úr fjármagn til inngildingu, tungumálakennslu, samfélagsfræðslu, stuðning með fullorðinsfræðslu og út á vinnumarkaði og annað. Þau beina á hvað inngildingu hefur tekist illu. Það er svo núna. Þeim fólk sem fara út og tala leigubílstjóri sem tala ekki íslensku. Við skulum bara halda okkur með þessi hóp. Þeir eru alveg rosalega stórskotmerk. Hvað hefur verið lagt til þeirra inngildingu? Hvað hefum við fjárfesti í því? Nú erum við að segja, þetta hefur ekki tekist, við skulum loka á þeim. Já, við ætlum að loka á þau og að senda þau í burtu og allt þetta. Og þetta er það sem við erum verið að beita og ég bara veldi fyrir mig vegna að í þessi ríkisstjórn sem situr nú við vald mér lítið ef eitthvað í þeirra stefna hvað var það málefni innflytjenda. Já, það var bara... Og við skulum segja bara innflytjenda. Þetta er bara lögum, vegna samkvæmt lögum, útlendingar er sá sem vilt koma, innflytjendur er sá sem hér, sem með leyfi, búin að fá leyfi. Óháð hvernig þið fá leyfi. Þetta er flóttamann eða gift íslendingar og hvað það er. Við byrjum skildar að sinna málefni innflytjenda. En það sem við erum að gera er ekki sinna það og gera þeim að útlendinga. En svo líka maður hugsa rætirnar í þessu öllu. Við í VFR fluttum nú til landsins í fyrra fyrirlesara sem heitir Clara Mattei og skrifaði bók sem var með undirtitilinn How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Það er að segja hvernig hagfræðingar byggu til niðurskurðarstefnu og lögðu grunninn að fasisma. Og hún sýnir fram og hún er stödd í skjalasöfnum þar sem hún er fjallum tíman fyrir heimsstyrjöld. Eftir fyrir heimsstyrjöld þegar það kemur þessi stóri reikningur fyrir heimsstyrjöldina og hvert ásendan. Og sama tíma er náttúrulega bara þetta bölva að vesina fullt af fólki komið kosningarétt. Konur og eignarlösir kallar og einhverju sem áður réð ekki neinu. Og þá er bara byrju hvað gerist og svo heimta fólki bara velferð og heilbrigðisþjónustu og að það ætli ekki að borga fyrir stríðið. Og þá var niðurskurðarstefna fundin upp. Og alls konar hluti sem koma sín í kjölfarið sem að búa til það að peningar, ríkispeningar sé einhvern veginn sjálfstætt náttúrulegumál sem að við höfum bara öll að dansa einhvern veginn í kringum eða vesen, þá hækka stýrivextir allar þessar hugmyndir, þetta er allt mjög nýjar hugmyndir og ganga rosalega mikið út á að þú verður alltaf að skera niður þú opinbera, með ekki setja mikið í það þú mátt ekki setja mikið pening í íslensku kennslu eða til þess að styðja við kennarana sem fara frá því að vera með 1 barn sem talar ekki íslensku í bekknum sínum yfir að vera með 40-50% barna í bekknum sem ekki hafa íslensku sem móðumál með börn sem detta í gólfið út á áfallastreituröskun af því að heima hjá þeim er ástandið á Gaza í beinni útsendingu og það er þú þurfur að tala og afaskiljiði á Messenger og svo heyraðu ekki í þeim í viku eða eitthvað og þú mátt ekki setja peninga þannig af því að það verður að minka og við lifum bara á rosalega virkum tímum niðurskurðarstefnu sem að býr til ofboðslegt fjárhagslegt óöryggi og kyndir undir það að fólk fara að upplifa það er ómikið vesen að hafa spörn í skólunum skilji, að þau eru dætt í gólfið út af því sem svona félagslega mismunar vald. Já, og þá þetta er það vandamálið. Þú getur lagt áherslu á gamla fólkið og börnin og þetta og þú þarft ekki að segja það en þú ert kannski þá að útiloka innflytjendur á sama tíma. Þetta er það sem er sem er svo villus laumu útlendinga bara með því að eins og við höfum séð stjórnum að gera. Þetta er næstu kynslu, þetta er fjárfesting í en hluti af þessari niðurskurðarstefnu er niðurbrot á réttindum launafólks og niðurbrot á skipulegri verkalýðshreyfingu og það er sem að náttúrulega hefur gengið hvað lengst í Bandaríkjunum og það er alveg margir með fleiri gráður en ég sem hafa bent á tengslin á milli þess og þessu uppgangs þessara hægri öfgafla og þetta er bara málefni númer 1 á vettvangi alþjóðlegu verkalýðshreyfingarinnar er bara hvernig getum við staðið vörð verkalýðshreyfinguna
réttindi vinnandi fólks og þar með komið í veg fyrir frekari uppgangast þeirra hægri öfgaafla. Við erum í frekar góðri stöðu til þess að gera þetta á Íslandi en þegar við verkalýðshreyfingunni að vara við einhverjum gulum stéttarfélögum eða einhverjum svona, þá finnst suma hljóma bara að hvað skiptir þetta einhverju máli en allt svona skiptir höfuðmáli því að þetta er vörn samfélagsins gegn því að bara arka í áttina af fasisma. Þetta skiptir gríðarlegu máli. Svo fljótt að vafa upp á sig, eins og maður sér þetta í Bandaríkjunum. Ég man, þegar Reagan kemur, ég náttúrulega barn þá, maður sér bara, þá var kreppu og það var eftir þann kreppa, það byrja möldu nýður. Allt þessi stór stettafélaga barátta sem var samhliða og þetta engin tilviljun, samhliða Civil Rights Movement. Að þarna var hvað mestu svona hreyfing í þann átt að fólk voru að ná fram úr, bara hinn venjuleg vinnumann. Örstuð frá þér, þetta ég sá þegar vantaði orðið en svo þegar hleyp ykkur hérna út í súrefni. Jú, ég ætlaði bara að taka undir með Höllu hérna, með þetta og það að við höfum möguleika á að standa vörðum kerfinu okkar ennþá, en þetta er svo skrítið sko, því að tíðarandinn í veröldinni er svo eindregið fasískur og sumstaðar er bara búið að implementera fasísma alla leið og sumstaðar er bara komið hálfa leið og eitthvað svona sko og það getur fjarað undan okkur býsna hratt sko. Þannig að ef við pælum ekki í þessu núna, ef við stöndum ekki vörðum kerfinu okkar núna og viðurkennum það að við ráðum sjálf og höfum sjálf valum það hvernig samfélag við ætlum að byggja. Ef við meðtökum það að við þurfum alltaf að hlaupa eftir dyndu milljarðamæringarna sko, þá bara missum við út úr höndunum, það gerist hratt og það gerist einhvern veginn. Við erum bara með, Bandaríkin eru bara eins og sýnikensla fyrir okkur sko. Það voru reynda réttindi fólks ekkert endilega neitt mjög sérstök þar þó að það hefði verið sagt vera en þetta fór bara fólk hefur bara enga rétt ef æs kemur núna með byssur og kylfur. Það bara þarf enginn að sína handtöku heimild eða neitt. Það ekki rétt, þau hafa það rétt en það enginn að virða það. Þau að reyna, þau að tala að taka það rétt frá en ef að rétturinn ekki virtur, hafa þau þá réttin? Það góð spurning. Við komast upp með það rétturinn sem ekki virtur sko, Herði, þetta búið að vera dásalegt, tíminn hefur hlupið frá okkur en ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með mér, Halla Gunnarsdóttir formaður VR, Þórir Jónsson Hraundal miðstrætafræðingur, Nikolí Móstík doktorsnemi og Sigtryggur Ari Jóhannsson ljósmyndari og blaðamaður. Var ekki flott hjá mér? Svona ánum sanda. Eftir örstuð skilaboð þá kemur Gunnar Smári ásamt Sofíu Bjarnadóttur, þau ætla að ræða einhvers konar brjálaði á miðjunni. Þetta er áhugavert spjall. Ég minni ykkur á að á samstöðum.is er hnappur þar sem að hægt er að gerast áskrifandi og biði ykkur endilega að vera með í þessu stór skemmtilega batterí sem hér er. Ég þakka fyrir mig í kvöld. Takk fyrir þetta, var gaman. Öfgamiðin. Já. Þú ert að fara að tala um öfgamiðin? Nei, hvað er að fara að tala um? Já. En ert þú með glimmer í hálf? Ég var alveg